Rafrýmið er glænýtt hlaðvarpstúdíó bókasafns Hafnarfjarðar. Rýmið er að finna á 3. hæð bókasafnsins og er opið öllum þeim sem hafa gilt bókasafnskort. Í rafrýminu er allur sá búnaður sem þú þarft til að gera þína hugmynda hlaðvarpi að veruleika. Þú einfaldlega kveikir á tölvunni og hljóðmixernum, opnar fyrir hljóðnemana og ítir á rek-knappinn. Svo þegar þú ert loks búinn að segja eitthvað rosalega sniðugt, þá ítir þú aftur á rek-knappinn. Til að færa hlaðvarpið úr hljóðmixernum yfir á tölvuna, íttu á tannhjólið á snertiskjánum. Farðu svo í Hardware, Micro SD card og kveiktu á Podcast Transfer Mode og mappa með hlaðvarpinu þínu mun opna sjálfkrafa á skjánum. Svo getur þú hlaðið skjalinu niður á harðan disk eða USB-kubb. Til að hreinsa hljóðskrána þína af upptökutækinu, íttu á tannhjólið á snertiskjánum. Farðu svo í Hardware, Micro SD card, Erase SD card og farðu rauðasleðan alveg til hægri. Leiðbeiningar notkun rafrýmisins má líka finna á íslensku, pólsku og ensku í rafrýminu og starfsmenn bókasafnsins eru einnig innan handar. En nú ertu örugglega að hugsa, hvernig hlaðvarp á ég að taka upp í rafrýminu? Allar góðar hugmyndir af hlaðvarpum hafa nú þegar verið gerðar að veruleika. En svo er ekki. Við hjá bókasafni Hafnarfjarðar höfum tekið saman nokkrar hugmyndir af hlaðvarpum sem enn ekki hafa verið framleiddar, sem þið getið gert eða ykkar eigin og tekið upp í rafrýminu. Hlaðvörp eins og Sósur í aldanna rás. Nú tek ég ykkur til ársins 1997. Garri Kasparov tapar í skák fyrir Deep Blue. Díana prinsessa lætur lífið. En allir á Íslandi er að tala Sata í sósu. Íslenska kvótakerfið. Fyrir börn. En þá stóði litli prinsinn upp og sagði hátt og snjallt við nornina gömlu. Heimilt er að veiða umfram aflamark í einstökum botnfisktegundum. Og allir litlu þorpsbúarnir fögnuðu. Ágætis fréttir. Já, og svo í gær var haldið kettlingajóga á Egilsstöðum. Það er ágætis frétt. Gleymdir kaflar Íslandssögunnar. Já, eins og fram hefur komið í þessum þætti þá átti Snorri Sturluson 2 albræður, þá Þórð og Sighvat. En fæstir vita samt að því að hann átti enn annan albróður sem bar nafnið Tristan Hugo Sturluson Zoëga. Tristan var lítið fyrir bardaga eins og bræður sínir og eyddi mestum sínum tíma í það sem við í dag myndum kalla frisbeegolf. Ég prófaði alla bæklunarlækna landsins. Já, og í öðru sæti yfir besta bæklunarlækni landsins er... Jú, Diggi Skuðöll rétt, það er hann Sófanías Guðlaugsson. Pantaðu tíma á bókasafn hafnarfjarðar.is/rafrýmið.